8. mars lita efni þessara þáttar og hingað eru komnir góðu gestir, Hildur Hákonardóttir, myndlistarkona. Hvað er þetta myndlistarmann eða myndlistarkona? Mér alveg sama. Alveg sama. Ég virði það jafnt. Já. Og Sigrún Inga Hrólfsdóttir sem líka myndlistarkona og myndlistarmaður. Og núna líka sýningarstjóri. Já. Þið ástæðan fyrir að þið, ég fekk ykkur hingað sýningin sem að á verkum Hildar og sem að þú setur upp Sigrún á Kjarvalsstöðum. Og hefur svolítið slegið í gegn. Eða kannski ég bara lokar inn í einhverju búblu. Alltaf helgar þá hitti ég fólk og það alltaf leiðin á Kjarvalsstöðum eða að koma á Kjarvalsstöðum. Ég varð ákala montina því að það var umferðar öngþviti á opnun. Já. Og það náttúrulega maður á ekki vera hrifin af því að brjóta lögin og skapa vandræði. Nei. En ég svolítið montin. Já, nei, þessi sýning hefur algjörlega slegið í gegn. Já, það er bara þannig. Já, var bara mjög tímabær. Já. Má ég spyrja þig Sigrún, af hverju heldur það sé? Hún sló í gegn? Já, ég held að þetta sé sigur fyrir marga, sko. Þetta beinist, sýningin, sýning á verkum Hildar og það þekkja þetta mjög margir Hildi og hennar verk og svo leiðis, en það er náttúrulega að sjá svona stórt samhengi hlutina, það er bara, það er málið, sko. Maður kemst ekkert í það, sko. Nei, það hefur aldrei sést áður, sko. Og hún er búin að vinna á mörgum sviðum og þekki marga í mörgum ólíkum hópum og það er svo gott fyrir fólk að fá að sjá svona heildar myndina og hvernig þetta talar allt saman, sko. Þó svo að eitthvað sé gert innan samhengi náttúruverndar eða myndlistar eða á rithöfundarsviðinu eða það sem hún var að gera líka bara í rauðsokkum og Zoom og öllu það er svo gott að sjá þetta í heild, sko. Og hvernig finnst þér það, Hildur, að labba inn í ævistarfið þitt? Ég eiginlega ennþá sko að læra eigin ævi og þetta verður til þess að maður rifjar ýmislegt upp sem að maður hafði svona sett hann í skúffu og svo ég fer líka að byggja upp svona mitt eigið samhengi en venjan náttúrulega að þú býður hann til listamanninu dauður þess að fjalla svona að það er svo miklu þægilegra þá og það er ekki alltaf að þú færð svona lífa þetta sjálfur þegar maður renni fullu fjöri. Þess vegna ég að spyrja hvernig þetta að þið ekki að spyrja vofurnar sem að koma á sýningu. Jú, nei, þetta óskaplega gaman og mikil heiður fyrir mig. Við tölum hérna við Rauðaborðið mest pólitík og samfélagsmál en stundum aðeins list. En það er eitt verk, kannski á að setja gæsalappir á það á sýningunni sem að hefur komið til tals hérna við Rauðaborðið. Það er þegar ég hef verið að tala við Rauðsokkur og reyndar svona alveg inn í kvennalistan sem er að tala hvernig þessar hreyfingar voru byggðar upp og þá er vitna til, við minnum nú einhver hafi sagt þetta að vera næstu eins og bara skissa sem að þú hefði lagt fram hvernig, annars vegar hvernig hlutin þetta ekki að vera og hvernig ættu síðan að vera. Þannig að píramíti og þetta er á sýningunni. Er þetta myndlist, Hildur? Já, það kom mér skemmtilega á óvart að Sigrún túlkaði það sem myndlist. Þetta eru bara teikningar af stöðnuðu píramítaformi og svo lífrænu formi. Og þegar ég fór að velta þessu fyrir mér eins og öðru sko svo þú spurði þegar ég er að gera það upp mína einæfi þá fór það að renna upp fyrir mér líklega af hverju þetta var svo áhrifaríkt vegna þess að þegar ég kem við verðum að fara aftur á árið 1970 og þá er ég búin að vera í Ameríku og hafði aldrei einu sinni stigið fæti sko meginland Evrópu og ef við erum að tala hvað ég var að segja stjættarátök eða eitthvað neginn þannig þá er þetta strax svona runnið inn í kaldastríðið hérna heima en ég kom úr allt öðru umhverfi og hafði sattast að segja aldrei þó að við værum þarna að keppast við að við vildum fá jöfnuð við vildum fá tækifæri og við vildum sjást en
ég sá einhvern veginn þegar ég kom heim frá Ameríku. Varst ekki að koma frá San Francisco eða Kaliforníu? Nei, ég bjó Austurströndinni í Ameríku í 7 ár. Í New York fylki. Í New York fylki, það sem heitir Upstate New York. Ég spyr svona því að í einhverja sögunum að því að ég held að það hafi verið 3 konur sem hafi sagt þetta frá þessu, hvernig, frá þessari teikningu sem að hreyfingi byggði á. Það var einhver sem sagði að þú hefði komið með þetta frá San Francisco. Það kemur seinni sögur. Ég bara ekki allir, þú er að hafa örlitla fyrir mig. Ég endra svo fyrir mig. Sko þegar ég kem til Ameríku 1926 og svo ég hérna í 7 ár og ég sé þá einmitt núna sko að það sem var svo spennandi við þennan tíma þannig að eiga sér stað þessi gerjun sem að endaði svo í 68-byltingunni og þó að þetta var smábær þar sem að í raun og veri ekkert var að skeið, það var ekki eins og kaffihúsið bæ þó en héti þessu merkilegu nafni, stóra nafni Trója en áhrifin sem við komum sérna að þau komu frá Kaliforníu en það sem kom mér svo undarlega fyrir sjónir þegar ég kem þannig til Ameríku er það hvað McCarthyismi var ennþá sko sterkur og strákarnir töluðu þetta og þetta Hudson dalurinn þar sem að borgin hún þar sem að Mohawk mætir Hudson þannig að voru stærstu fangelsin þá og maður fann svona einhvern veginn þessa undarlegu hörku undir niðri og hún var ennþá grassarandi. Ég man ekki hvort það var Úlfur Hjörvar eða Kjartan sem tók upp á því að fara að senda okkur Þjóðviljan. Og það gekk og við fengum hana, það var svolítið gaman náttúrulega að fá blöða heimann en jafnvel þarna og þetta hefur verið svona 58 kannski þá fór að koma bara rifrildi utan af blöðunum og þetta endar með því að það kemur rifrildi utan af blöðunum og bæklingur innan í þar saman vafinn það hvernig eigi að gera við brotin bein og þá held ég að við höfum skrifað heim og sagt að við skulum róa þetta niður, ég held að það sé ekki alveg óhætt. Afþakka fleiri Þjóðvilja. Og en sjáðu, ég kem þarna heim ég var úrskaplega einangruð þarna þó að samfélagi væri svona víbrerandi allt saman. En það gerir það verkum líka að þú tekur kannski meira eftir, þú ert ekki þáttakandi, þú ert svona bara að horfa á þetta og maður er ungur og hugurinn svo óskaplega opinn fyrir öllum áhrifum og ég var svo ofurnæm á ýmis form sérstaklega og eins og því ég kem heim hvað þessi félagsform eru sterk og hvernig þau myndast og ég bjó til þarna bara í einhvern veginn, ég bara sá þetta í sáformi, ég haf alltaf verið sæmilega góð í starffræði og gaman rúmfræði og mér var svo ljóst hvernig þetta þéttist saman og gerir þarna svona svolítið áhlaup með þessum hugmyndum og þarna náttúrulega stóð ég óskaplega vel að vígi því að það var ég vissi auðvitað hver Marx var það var alveg vonlaust að fara að búa til einhverjir hugmyndir úr gamaldags Evrópupólitík því ég kom jú vestanhafs frá með ákveðnar hugmyndir og þær byggðust í raun og veru á þessari nýju hugsun sem var að verða til þarna og það var ekki samtakamáttunni, það var alltaf komið fram en það var hópheflið það var hópheflið hvernig orka margfaldaðist á við það sem hver einstaklingur gerir einn og sér og af því einmitt að ég kem að þessu svo gjörsamlega
ótengt öllu sem að hér var í gangi, þá virkaði þetta. Það virkaði og var það óskaplega sterk og afli dálítinn tíma svona meðan það var verið að íta þessu vör. Sér, þú ert með tekníkuna af... Já, þetta sem að Hildur er að tala eru nokkuð blöð sem eru svona tekníkar með velrituðum texta og bera auðvitað með sér, það hafa á sér svona yfirbragð konceptlistar, myndi ég segja. Þannig að fyrir mér var þetta ekki neitt fjarlægt að horfa á þetta og segja að þetta er myndlist, af því þetta eru auðvitað tekníkar og texti og mjög myndrænt verið að sýna svona munin á hvernig hópur getur unnið. Já, og annars vegar hvernig píramídin, já, og hvernig, og svo hvernig það sem að varð sem sagt þeirra síðan félagsform að það voru svona þessar sellur sem að skiptu með sér verkefnum og svo dróðu þær sem sagt þekkingu inn í sig sem hópa sem þær síðan miðluðu á einhverjum svona kjarna og svo fór þekkingin aftur út í samfélagið og þá er það sem sagt svipað og svona og kannski gróður hvaða aðferðir, já. Hildur, hvað getur þetta verið ef þetta væri blóm? Þetta er bara bakteríugróður eða gróður, eitthvað lífrænt, eitthvað sem að píramídin hann er kjur, hann er sterkur, hann er statív, en þetta er lífrænt form að þú hefur ekki stjórn á því. Þú hefur nefnilega ekki stjórn á því. Það vex. Það vex í þá átt. Þú getur búið til nýja hluti á meðan píramídi gera það ekki. Nei. Þess vegna er hann hvað sem segja 50.000 ára gamall. Það er alltaf verið að lengja líf hans eða þeirra, en þetta er eitthvað sem að vex og svo getur það dreigið sér saman. En ég sá þetta bara hjá Hildi, þetta er bara svona ljósrit, en þetta er auðvitað líka varðveitt á Kvennasögusafninu sem þá bara svona dokument úr baráttunni og þar eru fjölmörg önnur verk sem að eru auðvitað tekningar og myndlistaverk, þannig að þau eru líka, það eru líka 2 veggspjöld sem eru á sýningunni sem að eru þá núna að fá svona status myndlistaverk sem hafa hingað til verið þá bara dokument frá þeim rauðsökunum sem eru varðveitt í Kvennasögusafninu. En það sem var líka náttúrulega svo flott við þetta sem að ég held að hafi skiptið þetta sköpum var að út af því að þau voru ekki með þetta píramídaskipulag þar sem var formaður, stjórn og svo einhvers konar massi af félagsfólki undir að þá sem sagt gátu rauðsökurnar, þá forðuðust þær líka þá einhvern veginn svona gátu þær vikist undan hefðbundunum árásum sem að gerðir eru á svona hópa. En þess að auðvitað er það taktikinn sem að þeir sem að voru svona í konvensjonal valdastruktúrum, þeir hefðu farið og vaðið í formannin og reynt að gera viðkomandi tortryggilegan og bara gert líf viðkomandi mjög erfitt, og þá er auðvitað verður... Kannski svo Sólveig Anna hefur þolað Já, þá verður viðkomandi verður auðvitað veikari, það er ekkert allir sem geta verið svona sterkir. Og þá er það líka öll heildin sem að svona ber ákveðin skaða því, en þið náðuð einhvern veginn að bara skauta fram hjá því að vera með formann og þá gæti þið líka verið rauðsokkur á kvöldin en ekki á daginn, þannig að þetta var svona gerillastæl sem er svo geggjað. Ég reyndi að predika það, ég vissi hvað einhvern veginn, hvað þetta var hræðilega erfitt vegna þess að þú var samfélagið var á öllum stegum búið að ákveða konur eru hér og kallar eru hér sem er út af fyrir sig alltilega að skipta með þessi verkum en það verður að vera svolítið sanngirni og við náttúrulega vildum gera verk okkar ósýnileg því að við áttum bara að framkvæma alls önnunarstörf og hjálparstörf og allt slíkt og það var ekki viður en það er annar mál en þetta var svo óskaplegt álag að mér fannst alveg sanngjarnt, já, við komum fram og þegar við ákváðum að koma fram og vera rauðsokkur og koma fram í hóp, þá gerðum við það og þá hafður kraft til þess. En svo gastu dreigið tilbaka og fengið að vera annarkvæmt sín gamla hlutverki eða mjög kvenlegu eða bara gera það, það sem að þér hentaði og jafnvel það sem var ætlast til að þér til þess að
Þannig að í þessu formi þá var ekki svona hlutverkarskiptin svona ákveðin að þú varst ekki bara í einhverju hlutverki frá mótningu til kvölds. En það líka mjög fallegu textin sem að stendur hérna sem að, sko, það sem að einhvern veginn, mér finnst svo flott að lesa þetta út af því að það alveg, sko, meðvitund það hvernig svona skipulag getur auðvitað haft í för með sér ákveðna flækjustig og svona, þú veist, og það Hvað skrifaði ég? það það sem líka, sko, er málið er að sko, til þess að fleiri komist að, þú veist, þannig að það sé ekki eitthvað eitt ego sem of stórt, skilur að þá þetta líka gott, af því að það var ekki einhver eitt sem að stjórnaði. Þegar konur voru að lýsa þessu sem að tóku þátt í þessu voru að segja, sko, svo kom Hildur með þessa teikningu og þá velti ég fyrir mig þegar það voru að segja hvort það hafi kannski vita hvað þetta var sem var á teikningunni. Þetta væri raunverulega bara möguleiki á að gera eitthvað annað sem að var eiginlega krafturinn í þessu að þér tókst að samfara þær að það væri bara hægt að gera eitthvað allt annað. Sko, það var fullt verk, ég gerði ekkert annað í hreyfingunni. Heldur þetta? Heldur að reyna að standa á baku þessu hugmynd. Af því það tók alla þá orku sem ég hafði því að hún var svo gjörsamlega einhvern veginn ný að þegar eitthvað kom upp á þá var þessi freisting að segja að það formi, við þurfum að hafa fastara form og ég vissi að það var ekki. Ég bara vissi, ég var svo samfærð en ég var vön, þú veist, þegar maður er að tenna teikningu og þessum árum þá var fólk og sérstaklega marga konur, það voru svo mikið tilbaka að ég var þá þegar orðin sko þjálfuð í að reyna að telja kjarki í fólk að koma fram og þú getur skapa, þú getur þetta, þú getur. Þannig að þetta var nú svona bara yfirpærið þetta frá myndlistarkennslunni, þannig. Þannig þú var skæslumaður hugmyndarinnar í starfinu? Já. En það var náttúrulega, sko, ef maður horfir á sögur rauðsokkarhreyfingarinnar, þá byrjar hún sem svona grasrótarhreyfing og einmitt Hildur berst gegn því að það sé svona þessi sett á þetta stranga félagsform og þetta sé lífrænt og það sé einhvern veginn rými fyrir allar hugmyndir og rými fyrir alla og það ná að gera þetta algjör kraftaverk þegar það ná að samina ólíka hópa sem að gerist í rauninni og lýst í öðru verki sem á sýningunni og myndasaga eftir Hildi, þar sem hún segir frá tilurð kvennafrídagsins 1975 og það náttúrulega komið saman sem sagt menntakonur, listakonur, róttakarkonur og borgarlega konur, fiskverkakonur, já, akkurat og það var sem sagt ákveðið að þótt að það hafi örugglega kostað mikla orku að þá var fólk ákveðið að leggja til hliðar sko, þú veist, hvar það var í pólitík eða hvar það var í stjættadótinu öllu skiluru að því þar voru með eitt sameiginlegt markmið og það var auðvitað jafnréttismálið. Nei, má ég aðeins ég held nefnilega þetta sé óskaplega mikilvægur punktur. Það var að markmiðið var svo einfalt með þessum degi. Það var að gera vinnuna okkar sýnilega. Já. Ég veit þú veist þetta sko, ég þurfti bara aðeins að rétta þetta af. Já, það var, og það skipt við einhver máli, hvort að þú var sveitakona á bæ einhver staðar þar sem enginn á þessum tíma einhvern veginn, þú hafði svona horfið og enginn áttaði sig á vinnunni sem þú lagðir fram, eða til háskólakvennar sem þú var að vinna sig þar upp. Eða kommi eða kvatarkona skiptir bara engu máli og með að horfir að myndir frá deginum það óperusöngkona, það eru leikkonur það eru allir einhvern veginn samankomnir og auðvitað hörð verkalýskona Aðalheiður Bjargþórsdóttir og það er einhvern veginn svo mikil sko það var snerist þetta einfalda mál sem hafa ekkert með pólitík að gera vinn rampólitískt ég meina það ekki þetta er pólitískasti viðburður eftirstríðsárana sýnilega þessi dagur og það var svo ég held að hafi verið atvik sem skeði í Svíþjóð sem einhvern veginn skerfti þessa sýn alla að þar hafði þvottakonu farið í verkfall í Norður Svíþjóð og þetta var
þetta var dálítið á undan kvennafrídeginu, kannski 2-3 árum áður og þetta var bara óhægt. Konur fóru ekki í verkfall og alls ekki þvottakonur einhverstað norður í Svíþjóð. Og þetta þótti svo merkilegt að það var sendur einhverju staðinn, einhvert félagsfræðingur eða bara til þess að kanna hvað í veröldinni hefði komið upp á. Og þá kom í ljós að sko í gamla daga segja, þarna fyrir 1970 þá var það skeði nú hér á Íslandi fyrir 75 eða 6 að kallar fundi upp á því að það væri kannski hægt að græða á þvottakonum og þeir fóru að búa til setja upp, skal ég segja, mælingatæri fóru að setja upp rekstitækni fyrirtæki. Já, svona eins og dagar og issir í dag við rekstitæknina. Og þarna í Svíþjóð, þegar þetta var gert þarna nýrt, þá höfðu þær þolað, þá var skeiði áður þar og Svíþjóð var nú á þessum tíma svona einhvern veginn svona félagslegasta kannski samfélagið bara á veraldarvísu jafnvel. Og það var komið uppmælingakerfi hjá þeim og þær þoldu það, þær lækkuðu náttúrulega í launum, þær þoldu það og stykkin stækku, þetta var hvernig stykki og það var nokkuð gott hérna á Íslandi í gamla daga, þú gast klóraði tölvört áfram í samfélaginu ef þú hafði gott stykki svo kallað. Margar konur fóru í gennum háskólanám á því að skúra eitthvað stykki. Jöp. Og eldri konur konur gátu farið jafnvel út eftir að kallarnir komið heim og oft tengdust þessar konur mjög vel inn í fyrirtækinu. Ég man að þær voru í myndlist og handíðaskólanum okkur svo óskaplega vænt þvottakonurnar okkar. Og þær þoldu þetta þarna í Norður-Svíþjóð það launin voru lækkuð og kröfunar urðu meiri og þær þoldu það lengi vel. Þangað til og það var það sem að sendibúðin komst að þær gátu hreinlega ekki unnið vinnuna sómasamlega. Þær urðu líka að fara heim og vita að þær hafðu svona hrært í skítnum þær eru ekki einu svona geta gert verkið, þar að sé virðingin fyrir verkinu var líka tekin að þeim og þá svo nei. Og það var, ég held að það verið þetta hafi haft svolítið mikil áhrif á okkur. Líka að stilja maður ástilið að fá virðingu fyrir verkinu sína. En það var náttúrulega líka svona ákveðin, þetta var auðvitað, þið fóruð í verkfall 1975, en það hefur alltaf kallað kvennafrídagurinn í sögunni, en það kemur fram í myndasögunni að það var ákveðin svona kompromæs sem var nauðsynlegt að gera, því að fyrir sumar af þessum konunum að þá var það of erfitt að kalla þetta verkfall en þær voru tilbúnar að gera þetta ef þetta var kallað frí þannig að það var gerð svona ákveðin málamiðlun. Þeim fannst það vera lögbrot. Já, og það voru ekki þær sem að voru kannski efst eins og sagan segir, það heldur líka frekar þær sem að voru á lægstu launum. Það var eitthvað þær ekki að brjóta lögin. En eftir þennan frídag að þá náttúrulega byrjar ákveðin svona eitthvað svona kulminasjón í rauðsokkarhreyfingunni og svo enda það með því að rauðsokkarhreyfingin lögð niður og það tekið upp, það breytti yfir í kvennalistan og ákveðið að fara bara all in í að vera stjórntækar og þá þarf auðvitað að vera að vinna á forsendum kerfisins. Og líka svona breiðari, að menna rauðsokkarnir voru róttækari, þær voru kvennabarátta eða stéttabarátta. Það var kvennalistin sagði aldrei kvennabarátta eða stéttabarátta. Nei, þetta var bara tölvert önnur nálgun. Auðvitað það þurfti líka að gera hitt. Og það var mjög held ég gott, þú getur ekki gert allt í einu. Og það varð að byggja þennan grunn. En þessi frasi kvennabarátta eða stéttabarátta kom ekki strax. Hann kom á þessum fræga fundi á Skógum og það var svona ákveðin klopningur sem átti sér stað þá. Innan rauðsokkarhreyfingar. Já. En þá fór ég líka að draga mig út úr. Það var ekki það sem mig langaði að starfa af. Fyrir mér var þetta spurningum kerfið. Ekki pólitík, kerfið.
Þannig að það átti sér stað líka... Það segir þá í tala efnahagskerfið. Já. Hérna, ég heyri að þið viljið svolítið tala um pólitík. Þetta list og pólitík og hérna skipuritið af kvennalistunum. Hildur vissi ekki alveg að það væri list fyrir henn að það sett upp á sýningu. Þannig að óljós... Nei, skipuritið af Rauðsökunum. Já, Rauðsökunum fyrir. Þannig að það svona óljós skil á milli stjórnmála og lista, pólitík og list. Og svo erum við að tala að Rauðsökarhreyfingin byggðist upp á þessu og einhvers staðar verður þá listin, er þá Rauðsökarhreyfingin list? Er kvennafrídagurinn list? Hvar eru þessi mörk? Er ekki mörk? Hvernig eru mörkið á þér? Ég bara færði mig svolítið set, sko. Því að haustið sem að... Finnst þér þá eins og þetta skipta hlutverk þegar þú hættir að vera listakona og verður tekur þátt í pólitísku starfi eða er þetta sami hlutur? Nei, þetta kom alls saman ákvæðlega eðlilega að ég þarna svona laus ráðin og ýmsum störfum frá 70 til 75 þá ég bara ráðin til að taka við handíðaskólanum og það var strax vorið 75 svo ég ekkert með í því að byggja upp kvennafrídaginn. Ég var með í því að búa til þetta skipula og þá ég komin inn í listheiminn og þá fer ég bara að vinna að því líka að opna hann og undir mér ákvæmlega vel þar. En þú ert listakona og býr til listaverk en síðan ert að vinna með svona kerfi skólastjóra og svona. Er eitthvað munur á því? Er það sem að þú ert að reyna að opna myndlistaskólan? Er það... Já, sko þarna líka Nei, ég að vinna með kerfi það líka vegna þess að það var búið að mynda í kringum skólan ákaflega skynsamlegt það var ákaflega skynsamleg uppbygging sem byggðist í raun að veru að mínu mati á náði alveg rótum aftur í lista sérstaklega danska kerfi og listaháskóla þar og þeirra uppbyggingu alla en hugsunin var eiginlega svo þetta var ekki myndlistarskóli þannig lagað ef að þú ætlaðir að verða myndlistarmaður þá var svo hugsun allir fór í fornám sem var eða bara fínt og svo velur þið sérdild og það var til dæmis engin listdild. Engin? Það var engin listdild. Listdild? Það var kennaradild. Og svo ég stofna Það var ekki málaradeild? Málaradeild. Stofnaði þú það? Ha? Það var til málaradeild, ekki? Nei. Ég stofnaði hana. Það var til deild sem heit frjáls myndlist, eða ekki? Nei. Já. Þannig að þetta var myndlistakennararskóli? Í raun og veru, já. En það var sko mjög góð hugsun þarna baki. Og hún var svo að þetta fátækalistamanni sem hefur ekki efna á því einu sinni sko, að eignast heimil og fjölskyldum að þú hefðir kennara réttindi. Þannig getur alltaf kraflaði áfram í lífinu og unnið svo að finni list eða kent eða gert en þú mundir bara ef þú findir hjá þig köllun og löngun og djörfung þá færir þú eftir þetta nám erlendis mundir halda áfram að mennta þig þar og eftir einhver ár þar þá myndir þú koma heim en svo gerðist bara í Skálholtsskóla hérna í fyndinni, þú lærðir eitthvað þar svo fórst og lærðir erlendis og komstu heim og ef þú varst duglegur þá varstu rektor í skólan í 2-3 ár og þá áttur þau að aflaði framhalds hinnar raunverulegu myndlistamenntunar erlendis og koma svo heim og deila því svo með öðrum og þetta var óskaplega skynsamlegt ef við höfum verið á öldinni svona 1850 en það var bara komið þarna á það tók ekki nema það tók reynda 10 tíma að fljúa til Ameríku en við vorum gömlu vélarnar, DSI-vélarnar en við vorum bara heimurinn var bara stattur á öðrum stað og það var þessi gluggi sem ég hafði verið
þarna fyrir vestan og þarna var allt sko búblandi af lífi. Af því að Parísarliðið hafði sömuleyti flutt sig yfir til Ameríku og þeir hafði ákveðið þrátt fyrir McCarthyismann og allt þetta vildsvett pakk náttúrulega alls ekki. En þeir sáu sér hagið í að hleypa þeim inn í landið. Og það hefði búið að tala um það í ýmsum fréttum og vita að þeir voru hafðir á því sem þeir kalluðu long lease. Það er að segja snúra maður löngan þegar voru í bandi það var fylgst með þeim alveg nákvæmlega. Það er abstrakt, þá er þetta að menna abstract expressionism. Þeir vildu fá list en ekki eitthvað social realisma. En það er náttúrulega þessi... Þeir sá sér sko vissan pólitískan hag í þessu þó að þeim finnist þetta hryllingur. Þetta er satt. Já, sem að var þá andstæða við, ef við að tala um kaldastríðið, þá er abstract expressionismin ákveðið svona flótti frá málefnunum af því að það er ekki neinn pólitík þannig sýnileg í því en auðvitað það er einkanilist frekar en félagsleika en sko það er þessi skilgreiningagleði sem er svo erfið stundum og eins og þú sagðir eins og maður þurfi ekkert neginn að vera vakna á morgnana og ákveða sig sko ætla ég að vera pólitíkus í dag eða ætla ég að vera kennari eða ætla ég að vera listamaður eða ætla ég að vera kona eða ætla ég að vera sýningarstjóri eða þú veist, þetta er auðvitað ekki raunveruleikin er ekki þannig að það sé allt svona skipt upp í deildir sko. Þannig að ég held að listin hafi alltaf verið pólitísk og að því að bara það er tjáning, það er bara maðurinn tjái sig og það verður oft að list og þá pólitískt á sinn hátt líka því að það er alltaf einhvers konar tjáning. En það er misjafnt svona eftir tímabilum, stundum þykir pólitík og list blandast mjög illa saman. Það er hallarslegt. Já, og kannski er þetta líka eitthvað svona stjórntæki að skipta öllum svona upp í hópa og láta listamennina bara vera hérna og ekki vera að tala við vísindamennina og eitthvað svona. En auðvitað er þetta líka kannski sama eins og með félagsformið, skilur það getur auðvitað ekki allir verið að gera allt. Þannig að fólk skipti sér svona í sérhæfingu, einhverja. Veistu það, ég hef komið svolítið uppreist gegn þessu að sko listamenn hafi verið svo frjálstur að tjáningu sinni. Mér finnst að við förum aðeins eftir í aldir þegar hafi nefnilega verið alveg óskaplega bundnir. Ef við förum bara í evrópska list, þeir máttu vinna fyrir kirkjuna. Þeir máttu vinna fyrir kirkjuna. Já, það er náttúrulega það sem eftir situr, það er það sem er safnað og það sem situr eftir í safneignunum. Nei, ef þú varst málari þá málar þú kirkjuleg verk. Já. Og svo er það kirkjan í raun að vera sem dikterar hvað þú mátt mála. Svo verður fjármálamarkaðurinn sterkari heldur en kirkjan og þá máttu fara að mála bara til Hollands, þú mátt fara að mála kyrralífsmyndir af ávöxtum og sem það hafði efna að kaupa og mannamyndir og annað slíkt. Og ef þú vera djarfur þá eru ávöxtinni svona farnir að láta á sjá og eru byrjað að rotna. Það er svolítið djarft. Já, þú gast málaði yfir það. En þessi sem teiknaði á hellin setti svona hendina á með blóði eða einhverju og teiknaði svona á hellisveggin mynda dýri. Var hann ekki listamaður að tjá sig? En það var akkurat það sem það hefur alltaf verið samfélagi dikterar í raun og veru held ég hvað þú gerir bæði að vísu til að hafa stjórnarhlutunum og svo rennur þetta og vísu einhvern veginn svona saman í menninguna að þetta er álitið vera list. Og það er enn í dag svo var þessi uppreist gerð til þess að reyna svona svolítið umbylta listheiminum að það var farið að draga það í ef að hún byggðist af fagurfræði og við erum ekki alveg búin að jafna okkur eftir það en þegar við skum aftur í bakka svolítið og það sem gerði þarna var að stofna þess málardeild og svo fekk ég Magnús Pálsson til þess að þetta var svona mótvægt, svona vegasalt og ég held að þetta væri nú allt í lagi. En einhvern veginn hafði ég, þá var þessi rammi, hversu skynsamlegur ágætur sem hann var, hafði verið svona bæði tröstlegri og sterkari
sterkari heldur en ég hafði ímyndað mér og einhvern veginn kom ég þarna við eitthvað reglugerðarverk sem búið var að setja upp í samfélaginu og það enn að titra eftir 50 ár. Og gerðir eitthvað sem mátti ekki gera það? Magnús Pálsson kom hann til þess að gera nýlistadeildina þannig? Já, sko. Fyrst hérna deild í mótun. Ég samþykti aldrei þetta orð og hefði aldrei gert vegna þess að það var pólitískt heimskulegt. En uppreisnarandinn í Magnús vini mínum var svo óhemju sterkur en deild í mótun var alveg fullkomið nafn. Það var það sem við bjókum til, það var það sem ég bjóð til. Ég setti aldrei nýlistastefn, hann bara fekk að ráða þessu því ég sá ekki ég skynjaði hættuna en ég sá ekki hvað hann var sterk. Af því þá hægt að segja þetta stefna. Það vantaði skúlptúrdeild og ég held að hún hafi nú eiginlega verið svona á prógraminu og deild í mótum gat alveg fallið þar inn í vastamóta, hugmynd vastamóta, skúlptúr, hvað varst að gera og ég man eftir því að þeir voru að spurja mig sko og til hvers ætlar ég vil gera þessa tilraun segi og til hvers ætlar þú hvað ætlar að fá útrunni en ef þú gerir tilraun þá gerir tilraun að því þú veist ekki hvað kemur út eins og með skipuritið af Rauðsokkaræfingunni þú verður að hafa hugrekki til þess að mæta því sem kemur En stegst þú eitthvað tær þarna þegar þú varst að breyta myndlistaskólum? Hvað sér þau? Stegst þú eitthvað tær þegar þú varst að breyta myndlistaskólum? Nú heldur betur. Já. Og hverju voru viðbröðin? Það endaði þannig að það voru 2 kallar fóru að rífast en það varst þú sem þurftir að segja starfiðinni lausu. Frekar sér stað. Eiginlega, sko, ég get komið með svona örlítið dæmi til að sýna þér að þetta var pínulítið erfitt sko þetta form sem ég hafi tekist á við þarna reyndist svona aðeins sterkari heldur en ég hafði reiknað með eða látið mér kannski bara þetta í huga væri þarna og ég veit það núna ég vissi það alls ekki þá ég var einhvern með köllin inn í menntamálaráðuneyti og það var alltaf við að kalla því inn í menntamálaráðuneyti einstúksinu við og við til þess að fara yfir fjárhaginn og það var aldrei skemmtilegt þarna ef þú voru skaffaði vissi peningar og ef þú fórst fram úr ef þú fórst ekki fram úr það var mjög hættulegt því þá fyrstu minna næst þú þurftir að fara svo mikið fram úr þess að sína fram á þú þyrftir að hafa meira sem maður þurfti alltaf auðvitað og svo ég fyrir þarna niður og Stefán þar og einhver var sendur þarna með mér og ég vissi ekkert ég spurði aldrei hvað fundurinn var og svo var aldrei sagt neitt og við Stefán fórum bara að spjalla hesta í Þingeyjarsýslu eða einhverju svona því við vorum bæði þaðan og svo fór ég heim og hugsaði ekkert meira þetta var bara einhver fundur og hugsaði með mér að þetta hlýtti að hafa gleymst úr því að enginn sagði neitt þá var ég ekki að spyrja hvað málið væri en ég frétti það mörgum árum seinna gleymdi þessu nema þetta var alltaf voða skrítið þeir höfðu raunverulega að klaga mig fyrir menntamálaráðuneytinu fyrir að halda hádegis-erindi það var Magnúsar hugmynd að við hefðum eins og að mánuði eitthvað svona að við myndum halda hádegis-erindi og Magnús mér fannst þetta mjög góð hugmynd og skemmtileg hvort að við gerðum þetta með gömlum slætmyndavélum þetta var allt öðruvísi uppsett allt í gamla daga og þá var Erro að koma með verkin sín til landsins og mér fannst það einhvern veginn grjót upplagt að kynna hann aðeins en þetta fór alvarlega fyrir brjóstið á þeim og þú sér hvað rammi var þungur Þetta var okkur, ég geti spurt þig að því þegar ég komst að það voru átök þegar hann kom heim Erro Þú voru útskýrað fyrir fólki sem er uppi í dag því að Erro bara húsveikjum í Breiðholti og
póstkortum og út allt? Hvað var hættulegt við Erró? Það var, held ég aðalega tvennt, ég heyrði það nú bara utan að frá mér því ég vissi það ekki. Bæði þetta og hann var nú kennt það sko að hafa notað þennan ævagömlu aðferð að hann hefði kannski ekki gert hvert einasta pensilstrikk sjálfur, hann gæti að hafa haft hjálparmann. Það þótti ekki falla rétt í þá hreinlegu veröld sem búið var að skapa og annað var að það var búið að setja upp grafíkverkstæði og þar var saman svona hreinlínu stefnan, ég held að hafa verið sett bara reglugerð hvað átt að vera og það þurfti að lúta ákveðin lögmálum til þess að væri grafíkverk sem þú gast númerað og hann hafði sko ákveðat á þessum árum þá var að koma upp þetta verktól sem ljósvitsvélin og það kom nefnilega einmitt inn í þessi skjöl sem vorum að tala þarna áður og súmararnir, ég man að það var svolítið stifst á verkum einmitt með tækni það var náttúrulega verið að afbyggja bara alla hluti, að vera að afbyggja miðlana það var sett verið að saka hann að vera ekki listamaður heldur einhvers konar iðnaðarmaður eða innframleiðandi. Já, hann hafði einhver staðar brotið í fjölföldun. Það er náttúrulega bara fyrirsláttur. Þau lögmál, ég veit ekki hugmyndum það en þetta var honum gefið að sög. Hann hafði brotið einhver staðar þau lögmál sem hér ríktu hvað sem var kallað grafík. Númerografík. En það er svo skemmt fyndið að hlusta á svona sögur og fortíðinu eitthvað svona deilur, það verður allt svo mikið rugl einhvern veginn. En svo kannski það sem að undirliggjandi er akkurat, þú veist, það er auðvitað bara gömul svona tókstreita og valdabarátta og einhver er kannski búin að verða aðeins frægar en einhver annar og þá verður einhver afbrýðisemi og ég held að það sé meira að minna allt eitthvað svona. Og svo náttúrulega líka var óþolandi að einhver kona væri að koma með góðar hugmyndir. Óþolandi. Kannski var það Það hafa ekki þótt eins góðar hugmyndir. Ég meina en allar stéttir búa sér til ákveðna starfsreglu. Í raun og veru var aldrei neitt að neinu, bara reglunar voru svo ótrúlega stífar að En listaheimur er náttúrulega svolítið karlaheimur. Snillingurinn er róðarsalegur karl. Þetta eru næstuði bara einræðisherrar og þetta eru leikstjórar eru bara einræðisherrar. Á þessum tíma er náttúrulega bara þetta eru 60-70 er ekki til karlaugari heimur í rauninni. Nei. Allar stjórnirnar eru kallar, allir sem stjórnar listasöfnunum eru kallar og það eru kallar sem stýra galleríunum og þessna er þetta náttúrulega feminismin gerir svo ótrúlega mikla byltingu í rauninni í gegnum myndlistina og að fara að taka inn auðvitað bara aðra miðla, önnur umfjöllunarefni og gerir rauninni alltaf þessa afbyggingu. Og einn pólitíska list síðast áratuga er fyrst og fremst femínísk list. Já. En talandi þetta að þú nota vefnað sem nú ekki alveg svona talandi svona hinn karlæga myndlistaheim, þetta er ekki tæki, þetta er ekki karlmannlegt tæki. Þetta sem þú ert að orða þarna er rosalega stórt mál en það er líka svolítið flókið að útskýra. Ég veit ekki hvort við höfum tíma eða reynum. Við lifum í því eða minnst foreldrar mínir lifa í því sem við kallum þýðaðan heim. Og alveg frá renessans við þurfum eiginlega að byrja þar listasögunni til flókin löngsaga þá er línan aðal verkfæri sköpunarinnar það er nú tölmálverki og með renessansinu þá kemur líka þessi einstakling svona með tala verkstæðið áður þá vaknar séni það vaknar einstaklingurinn er svona að vakna að svefni miðaldana þar sem þú ert með segja félagsfræðingar með þessa hópkennd snýst allt hópin og ættbálkin og fjölskylduna og renessansi breytir öllu og þá fram að því er
samt vefnaðurinn svo óskaplega sterkur því að þú vefur all þessi tjöld og þetta breytist og það var svona stærsta dæmið það nú myndirnar Rafael sem hann gerir þarna fyrir Sixtins kapelluna og þegar kom í ljós og miklu seinna að fyrirmyndin var í raun að vera fallegri en teppi því þarna varstu fann að koma með fjarlægðina inn fjarlægðin og línan sem liggur inn í fjarlægðina fylgir alltaf öllum þessum 500 árum eftir renessansin og sést svo vel í myndlistin og fer í gegnum myndlistina við erum alltaf framþróun en ef þú tekur fjárvítapunkt í málverki þá kemstu aldrei að hverfipunktinu því að hann flytur sér til þú kemst aldrei nága ekkert meira heldur hún kemst undir sko endan á regnboganum og svo rennur þetta skeið svona til enda og hápunktur málverksins sem glæsilegur og þú ert reyndar að mála alltaf á ofin flöt sem svolítið skemmtilegt Strígan en línan abstrakt hún ekki til í raun og hún kallæg og þeir eins og þrýðingurinn notuðu hana alveg henn til þessi ítrasta og flott og gaman á meðan sátum við alltaf og höfum gert í 100.000 ára og við erum alltaf að spinna þráð og þegar við förum inn í fjórðuvítina sem að stóra skrifið kannski kúbisminn og náttúrulega Guðvélinn og ástæðiskenningin og það mér finnst það gott að setja svona 1904 ástarið á það en það skeður auðvitað bæði fyrir og svo eftir og svo kemur kvikmyndin og nú lifum við í fjórvíðum heimi af því við sjáum allt í þrívíð þú ert með skjáin fyrir framan þig þar sem við sjáumst núna í skjánum þá sjáumst við í þrívíð en þeir sem horfa á lifa í fjórvíð og þessi fjórvíð tengist reyndar svona þeirri 50 og 70 svolítið en þá lifnar allt í hennu þráðurinn af því að hann þrívíður fyrir, hann til og við höfum alltaf haft hann og reyndar nota hann mjög til tjáningar áður heldur en að málverki stekkur fram og það sem að ske núna það að og ég var svo hissa þegar að gera alltaf þessa vinnu af hverju tölum við ennþá konur alltaf sem hóp konum finnst, konur eru og ég var farin að af því stóðnum þarna svona í tölvunni slag og var veltaðs allir fyrir mér alveg ótrúlega skrítið þangað til ég áttaði mig á því að á þessu tímabili þegar karlmaðurinn að þróa sína einstaklingskennd og rísa og virkilega finna ykkur sitt það sátum við alltaf á hliðabekknum við tókum ekki þátt okkur var meira sér bannað að taka þátt í þessari einstaklingsmótun og núna þá þurfum við eiginlega að gera á 50 árum og þess að það lífið ákvæmlega erfitt hjá konu það virðist hafa svona allt til alls og allt ætti að vera í lagi þá erum við í raun að vera þurfum að gera á örfám áratögun þar sem þið hafðu 50 ár til þess að þess að við höfum nokkra kynslóðir sem sáum þetta Já, 500 ár í háskólanámi en nákvæmlega það vera það var spurning Nei og þess vegna grípum við þráðinn og hann passar nefnilega bæði okkur en hann passar líka inn í hinn fjórvíða heim og bara ef þú horfir við horfum hvort á annað við erum að umvafin þráðum hann allstaðar og við gripum þetta sem tjáningarefni líka af því ef þú ferð þarna sýningu, margum talaða þá gastu líka, þetta var plakatatíminn þess vegna þetta svona svolítið eins og plakat samskiptaformi voru ekkert komin á netinu þetta er plakatatíminn og þá gastu sett fram skoðun þína í vef sem bara gast ekki öðruvísi það var svo móðgandi og það var einhvern veginn hægt að ganga að þér en ef þú gerði þetta í vef
eða jafnvel kvilt og saumaður eða eitthvað svona. Það var svona eins og ferstitlan í gamla daga. Þú getur eiginlega ekki lögsótt mann fyrir snjalla ferstitlan. En ef hann hefði skrifað það, sko, þá var lögsóttur eins og skot fyrir meðvirði. En ef að þú ert listakona inn í myndlistaheiminum, ef ekki þá verður bara auðveldur að mála eða gera eins og kallandir í staðin fyrir að bæta þessu ofan og að vera kona og eitthvað sem vera með, hvað var að segja, ómerkilegar handíðir upp á vegg. Já, það er ekkert spennandi að fara inn í málaraheimin og fara að apa upp. Þau langaði ekki inn í kallaheimin. Það er sama þetta eins og með félagsformið. Gjörsamlega tilgangslaust að fara inn í eitthvað sem er deyjandi form, elskulegt, fallegt, mjög háþróað, en það er ekki okkar. Það getur ekki túlka neitt. En það er náttúrulega, ég verð samt að segja að þegar ég kem að þessu og þá er einmitt, sko, ég er auðvitað, nokkrum kynslum slóðum að eftir Hildi. Og fórst í nýlistadeildina eða hvað? Nei, reyndar var ég ég var að hluta til í fjöltæknideild, en ég byrjaði í grafíkdeild líka. En þegar ég var í myndlistahandíðaskólanum þá hét nýlistadeild fjöltæknideild og ég var svolítið þar líka. En sem sagt, þá var vefnaðurinn svona, þá hugsaði maður hann sem bara svona pínu lítinn skilurðu bara mjög sérvitríksleg úr miðill í rauninni. En síðan þegar maður horfir á það, þá er þetta vefnaður, sko, vefnaður eru undirstaða siðmenningarinnar og þú veist, það er eitthvað svona miðill sem að hefur bara 100.000.000 ára langt og mikið skóp. Þannig að þú veist, þetta snerist svolítið við og þú veist, þetta vefnaður miklu meira svona grunnmiðill heldur en kannski málverk. Þannig að fyrir mér í gegnum þessa vinnu að þá, ég held að það sé líka það sem er eitt af því sem að skiptir máli í því út af hverju þessu sýning slær svona í gegn er að þú veist að þetta fólk er að átta sig á þessu núna, ekki bara hér heldur við sér heiminn að bara vefnaður er bara algjört grunnelement fyrir okkur sem... Og þá jáfnframt hvað ákvörðun Hildar að vinna í VF er umverulega bara þykk og stór. Ég held að það byggist á því að hún er með einhvers konar tímaskóp í sér sem er miklu lengra heldur en bara ein mannsævi. Hún getur farið bæði rosalega langt aftur í tíman og svo líka ofsalega langt fram í tíman. Þannig að eins og hún var að tala núna, þú veist, þá er hún með svona, hún er komin alveg lengst á undan okkur inn í 7. víddina, sko. Og það sé það sem að hafi í rauninni kallað hana inn í vefinn. Það var kannski auðvitað á þeim tíma. Hann rúmiða betur heldur en þessi tímabundnu aðferði kallana sem að ná kannski bara 500 ára áttur í tíman. Já. Að þau haldi illa utan þessa stóru mynd. Hvað sér Hildur, ertu sjáandi? Nei. Ég er ekki stjórn. Það er áðan þegar þú varst að tala um hvernig félagsformin komið til þín í Ameríku, þá talar eins og sjáandi. Þetta hljómaði eins og indjána sjaman að tala innan úr einhverju tjaldi. Nei, þetta var bara þarna á þessum tíma sem að Martin Luther er að vaksa fram. Ég bara heyri þetta var bara að verða til hópeflið, ég veit að nútíma maður það sjá það ekki allir, sko. Það var að tala um Martin Luther King í Bandaríkjanum en ekki Martin Luther. Nei, ég er að tala um Martin Luther King. Það svarta fólkið ég bara horfi á öfl. Sko þú verður aðtuga það að bóndi minn þá var að læra sko grunntæknina að hann var með í þeirri kynslu sem er að skapa tölvuna. Ég er óskaplega nálagt þeim, þó ég hafi verið þarna í einangrun skrýtnum bæ, þá er ég raun að vera óskaplega nálagt þeirri tækni sem er að nútíminn byggir á. En ég held að þetta sé rétt hjá Sigrúnu, ég bara hef þennan hæfileika til að skilja píndu eðli tímans. Herðu, við höfum svolítið talað um svona pólitík og róttækni og feminisma, en síðan er það, ég veit ekki hvað þetta kallað, svona umhverfismál og náttúra. Það er líka hluti af Er samingjarn á milli? Er náttúran kona frekar? Mér fannst einhvern veginn, Karlinn eiginleikur hana? Sko eitt liti náttúrulega af öðrum. Þetta voru svona tímabil að ég var fyrstar í kvennabaráttinu og svo
þessar gífilegum átökum þarna í skólanum. Svo var það nú kannski bara tilviljun svona innan fjölskyldunar að ég alin upp í Bjarkarhlíð þar sem að athvarfið hérna fyrir heimilisofbeldi var svo þarna. Miklu senna. Og farið núna og ég bara veit ekki hvað verður næst í húsinu. Nei, þetta er við hliðin á Bústaðakirkju fyrir þá sem ekki vita. Það er svona örlítill skógur sem að foreldraðinir ræktuðu. Já, nú orðið nokkuð stór, trén eru jafngömmul mér. En hann er ekki stór, svo ég varð eiginlega að segja lítill skógur. Nei, þetta er blettur. Þetta er ekki svona milli þess að vera skógur og rjóður. Og þarna á móti voru, þegar ég ólst upp, voru gömlu bústaðir. Sem að var óskaplega lítill, fallegur sveitabær, en algjörlega í gamla forminu. Og móðir mín hafði hafði menntust erlendis frá og þau voru ákaflega víðsýn, myndi ég segja, sérstaklega í trúmálum og miklir áhugamenn ræktun og náttúrun og allt bara mögulegt. Þau hafði ákaflega svona ríkt og stórt líf þannig eða hugarheim og þau fluttu þarna austur og pabbi minn bara lá á banaleguna og þetta var í annarsinn sem hann spurði hvort ég gæti keypt á honum hús því að hann langaði svo skilja einhvern veginn trén eftir í höndum einhverja. Það var hitt húsið þá á Straumum. Já. Á Straumum. Þau fóru frá Bjarkarhlíð austur á bakkana og einhvern veginn var ég nú kannski líklegust svona til þess að hyrða eitthvað trén og ég einhvern veginn bara gat ekki sagt nei. Og bóndi minn Þór var þá frá Selfossi, fættur þar svo þetta svona og við svolítið þreytt og kannski búin að þvæla okkur svolítið mikið út svona í átakamálum og það hentaði okkur bara að fara þarna austur og þá tók ég upp þennan þráð og eins og ég segi mér fannst ekkert síður að við þyrftum að hlúa náttúrunni. Það var búið að fá svona vissan áfanga í því að jafna allavega hugsunni í að allir milli karl og kvenna sem voru, það voru bara 2 kyn þá og hérna þeir orðin fleiri núna og þetta er svona bara að koma sjálfu sér svolítið kannski sem hvíld líka. En þú varst alveg meðvitið umhverfismálin held ég líka, ég meina það sést bara á því sem þú ert að skrifa og hvernig þú ert að skrifa í blöð og svona á þeim tíma þegar þú ert í rauðsókarhreyfingunni því að það var náttúrulega líka hugmynd sem þú kemur með frá Ameríku líka sem tengist bara því að umhverfis verndar svona hugsunin eins og við þekkjum hann í dag var að kvikna þar og bókin Raddir vorsins þagna olli straumhverfum, er þetta ekki rétt hjá mér? Þannig að þetta er ekki svona kaflaskipt, þetta er einmitt, þú náttúrulega ert alin upp í svona þessari hugmyndafræði umhverfisverndarinnar. Í raun og veru var sko æska mín svo, það var svo viðfemur hugmyndar heimur og það var hægt að fara að grípa niður svo víða. En þú lýsir svolítið að þú og Þór hafi dregið ykkur svona næstu úr skarkala lífsins og inn í svona einhverja náttúru og ræktun og svolítið eins og þú lýstir þessu svona eins og væri að fara heim einhvern veginn? Jú, sömu leyti og ég fekk svolítið svona meiri tíma þá til þess að vinna fyrir mig en svo fór ég að vinna þarna í söfnunum fyrir austan og þá opnaðist önnur veröld og hún var að sömu leyti inn til fortíðarinnar en mér fannst miklu betra, ég vann þar þó nokkuð tíma en mér fannst einhvern veginn miklu betra að ef ég þurfti að afla fjár þá fannst mér miklu þægilegra að vera aðskilja það frá því sem ég gerði og vera ekki að byggja á því að ég þurfti að selja eða afla mér fjár í gegnum það sem ég gerði, ég vildi halda því alveg hreint þar fyrir utan svo ég valdi bara að fara og tók við byggðarsafninu og það var lítið listasafn og mér fannst það mjög skemmtileg vinna. Herðu, ég þakka ykkur fyrir að koma hérna og hvet alltaf til þess að sjá þessa sýningu, ég held að það er bara þannig.
Þú verður að flýta þér því að hún lokar helgina. Lokar hún hvernar? Helgina. Á sunnudaginn. 12. mars síðasti dagurinn. Það er því að hún er svona aftur, það er svona 7. áratugurinn og fyrri hluti 8. áratugurinn í þessu. Það er svo skemmtilegu tími. Bara þegar maður heyrir músík frá þessu tíma, þá er ég að tala bara klassíska músík. Að sömuleyti finnst manni stundum eins og við lifum einhvern svona frekar dabra tíma. Nútíma músíkin hljómar alltaf eins og kvalahljóð, einhvern veginn svona, það er svona meiri húmor og gleði og kátína í listinni og hugmyndaheiminum á þessu tíma. Það var skemmtilegu tími. Ég held að þetta sé rétt hjá þér og meira sé þessi tími þar sem ég fannst í svona lífa í vissri einangrun og þarna í Bandaríkjunum þá hefur það runnið upp fyrir mér seinna að þetta var óskaplega, þetta voru gefandi tíma. Það var svona vor, einhvern veginn. Já. En það er alltaf verið að segja þetta svona, Sigrún, að því að þú er nú í gjörningaklubnum sem hefur nú ekki vantað húmorinn og kátínuna í það. Já, við trúðum náttúrulega mjög sterkt. Þið ljótu að vera hrifnar af þessu tímabili, þarna svona 7. áratunum, var skemmtilegur. Já, ég meina við hefum náttúrulega þeim allt okkar að þakka og þegar ég var 20 og var í listnámi þá fannst mér einmitt, það hefur verið þá 90 eitthvað sko, þá fannst mér svo rosalega langt síðan, það var árið 70 eitthvað og það var sko, en auðvitað var maður með þetta mann fannst bara, já það var bara takk fyrir að taka málum svona förstum tökum hann að rauðsokkarhreyfingu og bara breyta málum og því ég upplifði einhvern veginn aldrei að það væri ekki, þú veist, jafnrétti. Mér fannst ég alltaf búa við jafnrétti af því að Hilda-kynslóð var búin að taka máli í gegn, sko. Svo náttúrulega eftir sem maður verður eldri að þá veit maður að það er auðvitað ekki rétt, sko. Og maður vissi á þeim tíma líka að það var kannski mjög víða í heiminum mikið ójafnrétti og en allan í mínum svona, þú veist, mér leið ekki eins og ég væri að líða mikið ójafnrétti. En mér fannst auðvitað, þú veist, ég meina það kannski finnst manni alltaf sinn svona tími þegar maður er ungur og hress, vera skemmtilegastur, það er bara held ég eðlilegt. Þessi tími er náttúrulega alveg sérstakur, bara litin og svona. Sumir sig hans að koma aftur og því nú er allir komin á hugvíkandi efni, þannig að nú fáum við aftur sakadeliglitina. Jú. Það er kannski. En það er alveg auðvitað bara alltaf gaman og maður getur bara ákveðið það auðvitað að reyna að hafa meira gaman heldur en ekki, sko. En jú, hippatímabilið er líka eitthvað svona sakleysi og eitthvað svona kraftur í því. Eitthvað vor, svona, eitthvað trú á framtíðina. Já, og að við getum breytt heiminum og við getum breytt heiminum til núna erum við meira í því að heiminum muni breytast og það verður ekki til góðs. Það frekar svona, þegar framtíðar hugmyndir eru voruð til dystopía og það er svona, það er eitthvað skuggi yfir. Það er náttúrulega, og ég náttúrulega ólst upp þegar ég var lítil, áður en ég fór í listaskóla, þá var auðvitað kjarnorkuvá og núna eru öll börn með það alveg bara, þú veist, innprentað að það er bara heimsendir yfirvofandi. Það setur ákveðin svona lit á lífið þetta. Má ég grípa aðeins þarna inni að því vorum að tala um fjarvítapunkt og þessi bæði þannig í Ameríku og svo eins 70 það einkennist ennþá að þessari, við tölum með þróunarlönd og þróunabanka og vorum alltaf að fara eitthvað en það sem skeiði raunverulega 2012 þegar voru vissar svona heimsendaspár því muni það hjá Majunum það sem skeiði virkilega og raunverulega var það að tíminn breytti eðli við komumst að lokum eiginlega á þeirra fjarvítarpunkt við hættum að hugsa þessu framþróunarstíi lauk og nú þannig við erum komin við erum komin og á hverju heldur þú að allir þurfi núna að hlaupa út og taka kursus því að lifa í núvitund eins og þú fyrir alltaf að lifa í núinu en við vorum orðin svo háði að vera alltaf að fara eitthvað að við þurftum að læra það upp á þú þarf raunverulega að fara í skóla til þess að læra að vera í núinu. Herru, við skulum enda þarna. En reyndar er það, nú ætla ég að hringja til New York og tala við hana Rakel Adolfsdóttur og spjalla við hana Dýrleifi Árnadóttur. Þú þekkir hana? Hún var móðursystir mín. Einhver yndislegasta manneskja sem ég hef þekkt bara. Hjartagóð, erkikommi.
rakst svolítið ítli í fjölskyldunni en yndislega manneskja. Það svona það var náttúrulega kommunistarnir sem fluttu 8. mars til Íslands, byrjuð haldana og líklega hefur það verið Dýrleif sem að gera það. Sem að flutti 8. mars baráttuta kvenna til Íslands. Já, og allavega var hún í þeim hópi sem gerði að hún skrifið fyrir því svona meira og minna. Já, þess vegna ætlum við að fræðast að þessum móðursystíðina eftir augnablik. En Hildur og Sigrún, kæra þakki til að stoppa hérna og spjalla við okkur við rauðaborðið. Takk að þér. Takk fyrir. Og